Þetta er það besta sem ég veit um. Það er franskbrauð með sultu. Reyndar fæ ég ekkert að borða þetta neitt rosalega oft, kannski mestalagi svona einu sinni í viku. Og alltaf þegar ég smyr brauðið, sko, þá smyr ég alltaf alveg svona út í öll horn. Uppið alveg svona, sko. Sulta. Svo bara klemmum maður svona saman. Þetta er tilbúið. Aðeins og lítið. Það er alveg svo að vera búinn. Típist, sultan búinn. Mamma! Já, Sverri minn! Þetta er meiri sulta. Já, var ekki sulta í ísskápnum? Já, hún er búinn. Ha? Er hún búinn? Já, ég er að reyna að klára að smyrja brauðið. Já, þú mátt ekki borða mikið þess, Já, ég er ekki búinn með svo mikið, sko. Já, ekki borða mikið, þú veist hvað það fyrir. Alltaf búinn sulta, það er aldrei til nóg af sultu. Maður rætti, veistu hvað, ég hef reyndað að sé mömmu búa til sultu. Hún er mjög góð í því og hún er alltaf að tala um hvað það er rosalega einfalt að búa til sultu. Það er nú bara eitthvað sem ég geti nú bara gert sjálfur. Hún sagði við mig, það eina sem þarf til þess að búa til sultu eru ber og sykur. Það verður nú ekki mikið einfaldara heldur en það. Maður þarf bara að tína nokkuð ber og næla sér í smá sykur. Sjóða berinn og setja í krukkur. Það getur nú bara verið dálítið gaman. Gerum það. Það er akkúrat tíminn núna til þess að tína ber og akkúrat tíminn núna til þess að búa til sultu. Þá get ég haldið áfram að borða franskbrauð með sultu. Ég ætla að gera það. Nú búið til sultu. Mamma! 1 kíló af berjum. 1 kíló af berjum. Og 750 grömm af sykri. Það er 3/4 partar á móti heilum parti. Hvað? 1 kíló af berjum og 700... Leið mér, þetta er nú ekki eins einfalt og þú heldur, sko. Þetta er 1 kíló af berjum. Ok, býttu við. 1 kg ber. Býttu við. Krækiber. Það verður að vera krækiber, sko. Sko, svo getur við náttúrulega, það er ekki alveg saman hvernig við tínum berina því að möguleikarnir ef við segjum við tínum kannski 500 ber eru þá kannski hrópmerkt 500 sem eru 500 sinnum 499 sinnum 498 þannig koll af kolli sinnum 1 þá eru komið allavega möguleika á því hvernig við getum tínt berin í fötuna. Þar af leiðir, já við geymum þetta sem breytist þá í já. Sulta. Já, svona. Er þetta sulta? Þetta er uppskriftin á sultinni. Já, flott. Þá þurfum við bara að fara að tína ber. Já. Og við ætlum að tína krækiber. Já. Er þetta... Þetta er reiknað með krækiberjum. Já, flott. Það er alltaf næður aðalblóber eða blóber. Það er nú bara heil ný sería, sko, sem færi í það. Já, ég hlakka til þegar við gerum það einhvern tímann. Já. En við skulum byrja á því að fara og tína ber og svo sjáumst við á eftir og búum til sultu. Sultutau, marmelaði, sultutau, marmelaði. Takk, mamma. Já, ekkert mál. Jæja, Vili. Nú búum við til sultu. Sko. Svona. Sykur, ber. Við tíndum alveg fullt af krækiberjum, sko. Og við þurfum heilt kíló. Svona, sko. Jæja. Þá byrjum við á því að vigta berin. Er vigtin núllstilt? Já. Já, ok. Ertu tilbúinn? Já. Hvað er það þungt? 500. Já. Má sjá, býta aðeins. Tökum aðeins af, sko. Svona. Svona.
Þá erum við með hálft kíló sem þú setur í pottinn. Berin fara ofan í pott, hálft kíló. Merkja. Hálft kíló komið onni. Og þú ert búinn að kveikja á hellunni. Hella í gangi, merkja. Sko, þetta er með svo rúmlega. Þá eru konum með rúmlega kíló af berjum. Svona. Svo setjum við það á vægan hita og látum það krauma. Svona sko. 3 högg. Alltaf best. Já. Þá fyrir við 750 grömm af sykri, eða kannski rétt rúmlega 750 því vorum við rétt rúmlega 1 kíló af berjum. Þannig ég myndi segja 758 ætlaði ég að segja. Sækast töflu. Má sjá. Hvítagull. Er það gott? Nammi sykur. Svona. 500, aðeins meira. Aðeins meira. Vá, hvað er mikill sykur. Aðeins meira. 700 komið. Nei, jú. 750, stopp! Nú er komið 750. Heyrðu. Nú er alltaf að gerast. Það maður hræði þessu. Og lækkar hitan. Wow, við erum að gera berjagrill. Mér finnst alltaf best að steikja berin áður en ég gerir sultuna. Bara rétt svona til að loka þeim á utan svo safinn haldist í þeim einn. Já, eins og maður gerir við nautalundir. Já. Rétt svona snöggbrúna þau. Já. Og svo setjum við. Við getum líka bara farið úr skónum og verið berfættir og trampað á þessu, en þá erum við náttúrulega bara til vín og viljum ekki gera það. Nei. En hvenær setjum við sykurinn? Þegar aðeins svona berin eru farin að malla. Ég myndi segja að það væri... Neina. Núna? Já. Og bara varlega. Já. Þú heldur áfram að hræra, sko. Bara varlega, já. Og bara lítið einu svo alltaf að hella sykrunum í og hræra rangsælis. Þetta er alveg eins og þegar maður er að gera bernesósu eða mayonnaise. Mayonnaise. Skúp. Sérðu, nú set ég bara smá sykur úti. Já. Og bara dreifðu þið yfir öll berin svo ekkert ber verði fúlt. Flott. La. Voilà, la son conté en toncola. Svona segir alltaf í Fraklandi þegar þið búið til sultu. Je le compliment de la chef de la cuisine. Tutti parfum, je le comprends. En þegar maður ekki að kremja berin? Jú, þá notum við svo kallega berjakremju. Svona. Og smá meiri sykur. Í hárri bunu, já, voilà. Vá, hvað þetta er mikill sykur. Sjáuðu mig gegnum fossinn. Sykurfoss. Þarna, já. Vá, maður. Þetta er óhollt. Svona. Og svo bara hrærum við. Og búpp. Nú er allur sykurinn kominn. Það er eina sem þarf. Geymum stráið. Og sykur. Og núna hrærum við þetta þangað til þetta er orðið að sultu. Já. Hrærð þú? Já. Ég ætla að sækja svona litlar sultukrukkur. Allt í lagi? Já, ég nota hérna evrópsku tvíhendis hræru. Já. Þetta er aðeins notað á meginlandinu, svo er til eyjahræri aðferðin og Ameríku aðferðin. En þetta er meira svona Frakkland, Þýskaland, Ítalía. Fyndu? Sulta í nefið! Sulta í augað! Heyrðu, sjáu þið, nú erum við búin að fylla hérna á 2 krukkur og erum að fylla hérna á 3. Tilbúin? Já, settu hann í gluggi. Ó, þetta er svona sultusafi. Mjög gott. Tilbúin aftur? Já. Glugg.
Þjappa í. sko. Og hvað gerir maður við berin? Það er að gera til dæmis ýmislegt við þau. Við getum sett bara sykur á þau meiri og frysta þau. Svona. Sjá. Svo kannski setjum við smá ber með til að fá trefjarnar, svo þetta sé gott fyrir meltinguna. Já. Svona sko. Þarna þykknar hún sko. Svona. Vá. Það er nú alveg sko heilt tonna fransbrauði sko. Þetta er sko alvöru sulta. Svona. Nú verður mamma glöð sko. Litli sveppalingur bara búin að búið til sultu. Svona. Svo þarf þetta að kólna, já. Svona. Þetta er sko heitt. Það verður bara að vera kalt held ég. Nei, ekki. Jú. Þetta er sko greinilega krækiber úr Flateyjardal. Heldur það? Það finnst alveg langar leiðir á bræðinu. Þegar Flateyjardals krækiberin eru nú þau bestu. Og það er skemmtilegt að segja frá Flateyjardal því þar var flatbrauði fundið upp. Það var gamall bóndi þar sem fann upp flatbrauði og ýmislegt annað flatt. Og seinni tíma voru það... Og pítsuna, hún var flött. Já, og íbúar þar byggu til flatskjáin á sínu tíma. Og það var dálítið áður en hann kom svona í almenna umferð. Hann var fyrstur. Eða voru langt á undan. Svona, nú leifum við þessu að kólna hér. Ég get ekki beðið eftir að hlussa þessu á brauð og lullaði í mig. Skulum fara og ná okkur í fransbrauð og eitthvað að drekka. Mamma! Jóskan, þið búnir? Sko, eitt brauð fyrir þig. Takk. Brauð fyrir mig. Og ólgandi sulta. Smyrja. Nú, ég ætla allar að gefa mér. Hot. Nei, þetta er krukkan þín. Þú mátt bara eiga hana. Þú getur bara að tekja hana með þér heim. Ó, sjáu ég þetta girtir. Smerð þú út í öll hornin? Já. Og sérna hvernig ég gerir þetta. Sett inn í miðuna. Já. Dálítið magn. Það er mikilvægt. Já, svona svo fajitas. Já, svo gerum við svona. Svo brýti ég þetta saman. Já. Svona. Og makar. Nei, og svo gerir ég svona. Ó, rífur skorpuna. Upp að sí, aðeins svona í aftur, svona. Þá er ég með lungamjúkt brauð. Ó, girnilegt. Ekkert al dente kjaftaði hér. Ég fæ mér alltaf ost ofan á, sko. Já, Mér finnst mjög gott að fá til í ost. eina sneið, já. Ostur. Ostur á milli. Vá, hvað er girnilegt. Og súpa. Já, takk. Ég man þegar að sko, mamma var að búa til sultu, þá voru alls konar kallar og konur að búa til sultu. Þá voru það alltaf svona sulta og mikið og voru að segja vísur. Alltaf svona fyrripart og seinnipart. Já. Svona, já, oft ég sultu tók, já, eitthvað svona, sko. Þá botnaði einhver. Já, Og setti brauðið á. já, þetta var ekki alveg svona illa. Það er aðeins betra. Já, það var svona, Ég held að við höfum Já, slegið sult- öll með. sultufjandinn góður er. Og brauðið og osturinn líka. Já. Botnaði það. Sultufjandinn góður er. Og osturinn og brauðið líka. Það er Eins og vera ber Já, að líka. hvað rýmar við líka? Slíka. Snildina slíka. Já, ekkert svona Ekki- toppað snildina Slíka, já. Eitthvað svona. Hvernig var þetta? Vá, hvað þetta er gott, þetta er alveg að besta sem ég lengi. Einn ost fyrir mig. Einn ost fyrir þig. Og ég held að Ég ættum að gera meiri sultu. Já, Ég þetta er ættum að gaman. prófa að gera rabarbarasultu, Þetta er mjög, já, rappa. rifsberjasultu, Já, maður. Og súkkulaðisultu. súkkulaðisultu, grassultu og njólasultu. Og við getum gert Er þetta glasið þitt eða glasið mitt? sullaðist pínu onni hjá mér á það. Sullaði, sjá, hann búinn að setja sultu í djúsin. Nei, það er bara betra. Er það? Það er kannski Við bara getum ágætt. gert sviðasultu, þá tekur maður bara svið og síður þau niður og setur 1 kíló af sykri á móti 1 kíló af sviðum. Já. Sviðasulta, Og sultudjús. sultudjús. Skál. Það er mjög einfalt að búa til sultu. Skál. Skál, vinur. Kling.